Fyrirgefiði, en Framsókn mér sama. En enginn af þessum 10 Framsóknarmönnum standur hér. Og nú á bara að sópa þessu afdráttarlausa loforði út af borðinu og láta sem það sé ekki til. Reyna að forða sér undan því með útúrsnúningum og taktík sem satt að segja lítur helst út fyrir að hafa verið keypt á magnafslætti hjá sama almannatengsla ráðgjafa og innanríkisráðuneytið verslaði við með frægum árangri. Svara erindum seint og illa, standa ekki við skuldbindingar, svara út í hött og bíta svo höfuðið af skömminni með því að senda bréf á rangan aðila með erindi sem þarf miðil til þess að ráða fram úr. Það eins og að við séum lent í tröllahöndum. Þessir menn fleygja fjöreggi íslensku þjóðarinnar, orðspori hennar og æru út og suður eins og ekkert sé, eins og það gerir ekkert til þó þau glutri því niður og hreinlega týni því. Og þeir týna ekki bara virðingunni út á við, þeir týna henni inn á við. Virðing okkar sjálfra fyrir stjórnskipuninni líður við þessi vinnubrögð. Unga fólki nennir ekki lengur að kjósa eins og glöggt kom fram í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Er það furða?